Velkomin í torfærukeppni ársins 1992. Á þessari spólu fá að sjá það besta sem gerðist í sumar. En byrjum á að líta á lífið í pittunum og kynnast nokkrum keppendum. Svíarnir standa sér mjög vel sko. Nefnir það er eitthvað smá lægð núna í augnablikinu hjá þeim í þessu. Þetta er náttúrulega móta stærri eins og þetta tekur tíma að móta stærri eins og tók hérna. Hvernig leggst þetta í því? Bara vel maður. Taka bara að því? Já, ég þýðir ekkert annað. Helgi, nú erst þú þekktur fyrir að sjáast reykur aftan úr þig þegar þú ferð upp brekkur. Hvað er þetta vandamál? Þetta er ákveðið vandamál í önduninni á vélni. Oljan klárast af pönnunni og fer upp í ventilokkin og hérna hún er ekki nógu fljót niður aftur. Hvað er að mörg hestöfl? Það er nú vant að segja, það er náttúrulega kannski eitthvað rúm 400 á nítró sko. Stefnan er náttúrulega að vera með 4 hjól á jörðinni. Þeir drífa betur þannig bílans, yfirleitt. Þið hafi gert svolítið öðruvísi heldur en flestir aðrir. Þið eigið bílinn nokkrir saman og skiptist á að keyra. Já. Þið hafið allir gaman að þessu eða ekki? Allir gaman að þessu, jú. Þau ættir að fá að sjá þig velta eða prjóna aftur fyrir þig eða gera ykkur önnur atriði líku við það? Já, ekki velta en maður tekur þetta með stæl bara. Já, hann er með beigur aftan líka. Það er stjórnað með svona stýripinna, hreyfir fram og tilbaka. Svo er sjálfrétt í búnaður, þannig að þegar kontrollinu og aftan er sleppt þá er réttina sig alltaf af. En það er auðvitað alveg grundvöllur fyrir því að geta stjórnað svona tæki. Það þurfi ekki að hugsa í hvaða átt hann snýr aftan. Við ætlum að byrja á því að rifja upp reglurnar í torfæru. Það eru 3 dómarar sem sjá um dómgæslu. Hver dómari gefur 100 stig mest, samanlagt 300 stig fyrir hverja braut. Við skulum setja okkur í hlutverk eins dómara, þá höfum við 100 stig úr á móða. Brautirnar eru merktar með dekkjum með sitt lit á hvora hönd, en keppandinn má aldrei leggja á stað fyrir en ræsir þegar við gefum honum merki. Og aki keppandi við dekk fær hann minnst 5 stig. Minnst. En hér sjáum við dæmi þar sem að hann ekur yfir og dekkið kemur undan miðjum bíl. Þarna gefum við honum 10 stig í mínus. Nú, hann heldur áfram og þarna tekur hann dekkið alveg í klofið og fær 15 stig lágmark, jafnvel 20 stig frá hverjum dómara. Nú við þurfum líka að passa upp á að bílarnir stundum rétt snerta dekkin. Þarna gefum við honum 5 stig í mínus. Þetta er 5 stiga dekk. Nú annars ekur hann hérna ákveðu og brautin er sett í hluta. Hérna í þessu hliði er það byrð 30 stig kominn og brautinnar eru stigamertar. Þarna í þessu hliði 60 stig og í endahliðinu er 90 stig en 10 stig er í höndum dómara sem dómara getur gefið fyrir stíl. Nú þá líka aka styðstu leið á milli dekkjana. Nú hérna sjáum við annað dæmi 5 stig. Þarna rétt rekur hann sig utan í, rennur utan í. Og við skulum svo að lokum sjá þetta dekkið í byttulaust í fitnessitfu. Þarna gefum við honum 100 stig og hinn dómarnir líka þannig að hann fær 300. Nú þar sem að 2 dekk liggja saman þá hefur það sérstök áhersla en hvert dekk gefur samt sem áður minnst 5 stig. Nú það má ekki stoppa, það gefur 5 stig í mínus. Nú hérna ekur hann og dettur utan í 2 dekk. Þar fær hann 10 stig í mínus. Nú þá er hann komin með 15 stig í mínus. Síðan ekur hann hérna upp brekkuna og hann rennur inn fyrir, fær þarna önnur 5, þá er hann komin með 20 stig í mínus. Og hérna skulum við fylgjast með bíl í sérubúnaflokknum. Hérna eru dekk, 2 dekk, en sikk og liturinn á þeim, því að þau afmarka sérubúna og götubílaþraut sem liggur við hliðina. Nú þarna tekur hann dekk aftur. Það kemur undan bílnum miðjum, þannig að við gefum honum 10 stig.
Við sjáum þarna endamarkið í vinstra horninu en hann ekur þarna út úr brautinni og þar með fær hann ekki stig nema upp að því hluta þar sem hann ekur út. Og þá skulum við aðeins rifja þetta allt saman upp. Það voru 5 stig fyrir að stoppa, það eru 10 stig fyrir að bakka og það eru 5 stig minnst fyrir að ekki við dekk frá hverjum dómara. Nú, dómararnir eru 3, þannig að 5 stig þýða 15 stig, 10 stig þýða 30 stig og við skulum telja saman hvað Reynir Sigurðsson fær hér út úr þessari braut. Mér taldist til að hann finnist inn 80 refsistig. Og keppnisvaldari sem ætlar að vanda til verka, hann notar band til viðmiðunar eða annað til þess að dekkin verði alltaf niður á sama stað. Og þá skulum við fylgjast með fyrstu keppni sumarsins sem haldin var í Ljósastall. Hún var liður í bikarmeistaramótinu en alls eru 4 slíkar keppnir á sumrinu. Þessi keppni var sérstök að því leyti að hingað til lands komu Svíar og var það í fyrsta skipti sem erlendu keppendur taka þátt í torfæru hérlendis. Nú, fyrsti keppandi var Sigurður Gíslason á hlébarðanum og það má segja að torfæran hafi farið á stað með tilþrifum. Og hann fær 150 stig fyrir þessi tilþrif. En hálskragi og hjálmur og annar öryggisbúnaður hlífir keppandanum að sjálfsögðu. Og næsti keppandi er Gísli G. Jónsson. Hann kallar bílinn sinn Steran. Hann fer ekki lengra, sest á prönggrindina, fær 55 stig. Nú, þá var það fyrsti sænski keppandinn, Henrik Vesa á Baby Blue Junior. Og hann fer upp á kantinn og fær 130 stig. Nú, Gunnar Guðjónsson á Kókamjölkinni. Hann kemst líka upp á kantinn og aðeins lengra og fær 135 stig. Það getur í að þarna ók hann fram hjá hliði. Stefán Sigurðsson á RC-skuttunni. Hann braut framvöxin þarna en komst aðeins upp á kantinn og náði 140 stig. Þórir Sjúpp á jaksliðnum. Hann fór þarna út úr braut og fær ekki nema 135 stig. Já, hann kemur hér upp á kantinn. Og Benedikt Eiríksson er þekktur fyrir tilþrif í Ljósastallnum. Enda kallaður Dala Benni. Hann vippir sér hér upp á kantinn og nælir sér í 110 stig. Og þess má geta að það er alltaf að athuga stigagjöfun í þessu braut. Hún var ekki alveg nóg niður. Helgi Sjúpp á Greifanum. Hann fær ekki nema 95 stig, þrátt fyrir akka sömu leið og Þórir. En allir fara þeir þarna út úr brautinni eftir að hafa keyrt ekið upp á kantinn. Einar Gunnlaugsson á Blekka Partusnum. Hann er að koma nýr. Og hann fer sömu leið en fær 100 stig. Óðinn Magnússon á Kettinum. Og hann kemst nú ekki upp á en eldir og fær 130 stig. Fredrik Olsson fór upp á kantinn og á rétta leið alla leið upp og fær 300 stig. Glæslegt hjá Svíjanum að fara þarna fyrstur upp. Og fer þarna hægra megin við dekki sem allir fóru vinstra megin. Og Árni Góðsson, hann fer upp á kantinn og hvað? Þetta var hörð velta. Sem hann fær 135 stig fyrir þetta. En margir höfðu bundið mikla vonir við Árna í þessari keppni og var leiðilegt að skildi fara svona. Bilaði hjá honum framvöxull og fjöðrunarbúnaður. Þá skulum líta á 4. þraut. Benedikt Eiríksson. Það er aðeins 105 stig. Augnabliks hik þarna upp á kantinum. Það var til þess að hann náði ekki að stjórna bílum áfram og rennur niður og hann er oltinn. Það er það mikill hlíðarhalli.
En þess má geta að þriðju þrautinni var sleppt í þessari keppni og önnur þraut gaf ekki mörg stig þar sem hún var full brött fyrir keppendur. Og Helgi Schutt ekur þessa braut hárrétt nema það hann rétt mista af að komast í mark, fær að vísu ekki nema 230 stig. Og vantar nú bara herslumunni hjá honum Helga, þetta missa hann framhjól undan að framan. Og Svíinn. Fredrik fer þannig að hægra megin út og þraut. Hann fær 235 stig enga síður. En aðstofamenn Árna og Árni, þeir náðu að gera það bílinn í tækatíð. En það skiptir ekki minna máli að vera með röskað aðstofamenn í svona torfærukeppnum orðið. Og Árni nær í 240 stig þarna. Þessu tilþrifum. Þá er það Sigurður. Ekur þetta hárrétt. Þarf að komast þarna upp á brúna en nærði ekki. 255 stig fær hann, kom með 415 alls eftir 3 þrautir. Og Gísli G. Jónsson ekur þessa braut hárrétt, tekur að vísu 1 dekk í endamarkinu, tapar þar 15 stigum, kom með 285 stig, glæsilega hjá Gísla. Á 3 í mark, hún afhelga. Þá er það Henrik Vesa, hann fer sömu leið og Fredrik Olsson en hann fær að vísu 110 stiga meðan Fredrik Olsson fékk 230 og það er undarlegu dómur. Þetta var sænska leiðin, en þá var það Gunnar Guðjónsson. Hann kemst næst í alla leið í mark og fær 280 stig. Þá er komið að tímaþrautinni. Henni skipt í 3 hluta og í hverjum hluta er hægt að velja erfiðari og léttari leið. Hér velur Helgi Schutt léttari leiðina og í stað að fá 300 stig fyrir erfiðari leiðina þá fær hann 150 stig fyrir að klára auðveldari leiðina og þá var það leið 2 og hann reynir við erfiðari leiðina og kemst það upp, tók að vísu 1 dekk á toppnum. Þá er enda spretturinn. Sjáum dekkinu er merkt með rauðum borðum á hægri hönd og í mark 1030 stig, komið 1400 stig alls og að sjálfsögðu í fyrsta sæti, þetta fyrsti keppandinn í þessari þraut. Nú Fredrik Olsson, hann þarf að fá 865 stig til þess að jafna. Nú hann reynir þarna erfiðari hlutan og kemst ekki upp og bakkar og það er ekki gefið mín fyrir að bakka þessari þraut, þetta er tímabraut og Það var að sjá hvort hann nái 835 stigum. 865 þarf hann og hann tekur léttari kostinn hérna. Hann hefur enn ekki sleppt hliðið, þannig að tíminn gildir hjá honum ennþá. Hann er með 545 stig fyrir þessa braut. Og hvað fær hann? 910 stig, komin í fyrsta sæti með 1455 stig. Þá er Árni Kópsson. Og Árni þarf að fá 1080 stig til þess að klara upp fyrir Fredrik. Og bíllinn er ekki í góða ásigkomulagi eftir veltuna á hann. Fjöðrunarbúnaðurinn farin illa og Þú vantar eitthvað orðið á bústunum líka. Og hann reynir hér við erfiðari hlutan. Þarna brotnar hjá hann öxull, þannig að hann leggst á... Nei, hann fer að heila hring. En hann gefst ekki upp, hann Árni. Nei, okkar maður í torfærinu, hann gefur ekkert upp. Býtu og aftur upp. Nei. Einhvern veginn segir mér svo hugur að Árni hugsi, hann skal upp, en hann fer ekki upp. Og þarna er öxullin fannar hjá hann nærði ekki að stjórna bílnum, hann snýst sjálfan sig. Svo sést hérna í skaflinu, þá bara að gefa, þá beygir bílinn. Kannski aðeins svo mikið. Og hér gerir Árni mistök, hann fer út fyrir brautina, hægra megin dekkin. Þá er hann hættur, þó hann klári hérna og þá fær hann ekki stig fyrir það. Og hvað fær hann? 360 stig, 735 alls. Sigurður Gíslason er næstur. Hann þarf að fá 1040 stig til þess að jafna Svíjan.
byrjar þetta mjög vel og þetta kemur niður skaflinn og við skulum vona hann muni eftir hliðinu. Nei, hann fylgir förunum hans Árna og fer þarna út úr brautinni. Ánægir hann ekki 1040 stigum sem hann þurfti, en hvað fær hann? 394 stig, komið 809. Og þá skulum við fylgjast með tilþrifum sem komu í tímabrautinni. En þrátt fyrir besta tíman í tímabraut náði Þórir 7. en 5. sætinu, en Fredrik Olsson var í 1. sæti, Helgi 7. í 2., Henning Vesa í 3., Stefán Sigurðsson í 4., Þórir 7. í 5. og Magnús Bergsson í 7. En Íslendingar, Svíarnir kepptu sem gestir, þannig að Íslendingarnir eru Helgi, Stefán og Þórir í 1., 2. og 3. Í bikarmeistaramótinu. Þá skulum við líta á Íslandsmeistaramótinu. Og þessari fyrstu Íslandsmeistarakeppni lauk með sigri Einars Gunnlaugssonar með 1125 stig, Magnús Bergsson var í 2., Árni Kóks í 3., Helgi 7. í 4., Gísli Jónsson náði 5. sæti og Reynir Sigurðsson 7. Þetta er þá staðan á Íslandsmeistaramótinu, en lítum þá á bikarmeistaramóti. Stödd í Míneskurhúsum á Egilsstöðum og fyrstur er ræstur Kjartan Einarsson á hlébarðanum. En aðeins og áður kom fram þá eiga þeir bílinn okkur saman og þeir skiptast á að keppa. Og Kjartan er að keppa hérna sína fyrstu keppni. Stundum er verra að fara niður heldur en upp.
en Kjartan tókst það engu á síður. En hann hefur stoppað á leiðinni og fellt dekk og fær aðeins 255 stig. Næstur er Stefán Sigurðsson, heimamaður, búsettur á Egilsstöðum. Nú hann er ykkur á RC-skutlunni. Þetta er fyrrverandi heimasætan. Fyrsta heimasætan sem Árni keppti á í sérubúnflokki. En hún fór eins og kvikmyndastjörnur í Hollywood í margar andlitslyftingar og plastaðgerðir og er orðin gullfalleg og virkar vel. Og hann ekur þetta óafinnanlega og er með 300 stig. Það var það Þóri Sjutt á jaxlinum. Nú er hann komið með styrktaraðala á bílinn. Og beginir ætti að hjálpa honum að þessu sinni, en skulum sjá. Hann er ekki alveg búinn að finna sig á beigjána þarna, hann var á seinna að beigja og þarna stoppar hann og er eitthvað hikka á honum. Og fyrir mark fær 285 stig. Það var Einar Gunnarsson á bleika bardöfnum. Þannig að bíl átti Gísli G. Jónsson í fyrra. Jú, Einar Gunnarsson vann á Akureyri eins og við sáum áðan og er að keppa núna sitt fyrsta sumar. Það vísu keppti hann fyrir mörgum árum síðan, 86 held ég hafi verið í einna keppni. En hann hefur verið það að æft sig eitthvað því að hann er geysilega góður og fær hérna 300 stig. Strax í upphafi sumars virðist hann vera búinn að ná afturhæfingunni. Og Helgi Sjutt frá Akureyri, einhver hér Greifanum. Men Helgi fekk viðurnefni Greifið eða skýrði bílinn sem Greifan eftir hann vann Greifatorfæruna í fyrra. Þess má geta Helgi er efstur á bikarmeistaramótinu. Þá er að gera að standa sig. Og Helgi var nú með þar á fjör upp, 300 stig. Gísli G. Jónsson er næstur. Gísli ekkur sínum stera. Geysileg orka í þessum bíl. Það er spurning hvort að nota nitro eða stera, ég er ekki viss. En þess maður geta að Gísli er bifreiðavirki frá Þorlákshöfn. Og hann fær 300 stig. Þá var það þraut nr. 2. Fyrstur í hana er Stefán Sigurðsson. Og Stefán fekk 300 stig á síðustu braut, þannig að voru að sjá hvort hann náði fullu húsi hérna aftur. Eitthvað higg, nei, hann stoppar ekki. Glæsilega ekki þarna yfir kantinn. Rótt svona erfiðir þessi kantar, auðvelt að stoppa þeim, setjast á kviðinn. Og Stefán fær 300 stig, komið þá með 600 stig í fyrsta sæti. Þóri Sjutt kemur hér næstur og lendir í smá vandræðum. Festi bílinn á hryggnum. Það er yfirferð hann samt. Hann fær ekki nema 190 stig og 285 stig á síðustu braut, þannig að hann er neðarlega. Þá skulum við sjá hvað Einar fær. 285 stig, hefur tekið eitt dekk. Komið 585. Og er þá í öðru sæti. Helgi Sjutt, reykmerki á sínu stað, fær 240 stig. Þá var hann komið 540 í þriðja sæti. Bara að sjá hvað Gísli gerir. Gísli fór þetta óafinnanlega í fyrstu þraut og hér munar ekki miklu. Hérna fær hann 270 stig og er þá skýst á upp í þriðja sætið og 570 stig upp fyrir Helga. Og þá var það Árni Kópsson á heimasætinu. Hann fær ekki náttúrulega 245 stig og er þá í fjórða sæti eftir þessa braut með 545.
Við skulum fara núna í 3. þraut. Þar var fullt af tilþrifum en við ætlum að fara hratt yfir sögu. Þá snúum við okkur á 4. þraut. Fyrstur í þrautina er Stefán Sigurðsson. Þessi þraut reynir á fjörunarbúnað bifreiða. Og leikni ökumanna að aka á milli dekkja. Og Stefán gerir þetta mjög vel. Nú hann heldur þarna áfram og hann er með 885 stig fyrir þessa braut og hann er í 300 stig, 1185 stig. Það er að sjá hvað Þóri gerir. Og Stefán er ennþá í fyrsta sæti. Þóri er með 750 stig fyrir þessa braut. Þannig að tók hann 1 dekk, 15 stig farinn. Og fær því 285 stig. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Nú Einar Gunnlaugsson er með 870 stig rétt á eftir Stefáni fyrir þessa braut. Þannig að hann verður að fá 300 stig út úr þessari braut ef hann ætlar að halda áfram inn í keppninni. Fyrsta settið. Hann gerir þetta mjög vel og fær hér 300 stig og er þá komið með 1170 stig, aðeins 15 stigum ennþá eftir í öðru seti. Og þá er það Helgi Sjutt. Helgi er í 5. seti með 810 stig fyrir þessa braut. Þannig að hann verður að fá 300 stig líka og hann fer vel þarna við kantinn. Leysir þetta geysir vel af hendi, þarna fer hann upp fyrir dekkið. Bíllinn hans fjæðrar mjög vel, teygir sig vel ofan í. Og auðvitað fær Helgi 300 stig, er þá komið með 1110. Það var Gísli G. Jónsson. Nú Gísli var í 3. sæti með 855 stig fyrir þessa braut. Þannig að hann verður að fá 300 stig þarna líka. Og hann fær ekki nema 285 stig og er þá með 1140 en heldur þó 3. sætinu. Nú Reynir er í 8. sæti með 760 stig þannig að hann verður að fá 300 stig og hann ætlar að komast eitthvað í keppnina milli efstu manna. Og hann gerir það og er komið þá með 1060 í 7. sætið. Nú Árni Kóps, hann er með 845 stig í 4. sæti fyrir þessa braut. Það er 270, er þá komið 1115 í 4. sætinu áfram. Og Kjartan fær 300 stig og er þá komið 1020 í 8. sætið. Þá snúum við okkur á 5. þraut. Einar Gunnlaugsson. Nú Einar var í öðru sæti, en fær ekki náttúrulega 240 stig þarna. Er þá með 1370. Árni Kópsson kemur næstur. Og hann var í 4. sæti eins og það sagði. Hann fær 210 stig fyrir þessa þraut. Og Stefán Sigurðsson næstur. Hann er sér í 240 stig, vel þessa vikið. Nú það dugir hann til að vera áfram í 1. sætinu. Þá er að sjá hvað Þóri gerir. Og Þóri er í 7. sæti og hann verður að fara þarna upp ef hann ætlar að komast í toppbaráttuna. Hann vantar ekki tilþrifin en hann fær 270 stig og fer í 7. sætið. Gísli G. Jónsson ekkur hér í tímaþrautinni. Hann er í 5. sæti og hann verður að komast hann yfir á góðum tíma en það deyr á bílnum og hann fær 58 stig þarna og endar í 7. sæti. Reynir verður að komast þarna yfir ef hann ætlar að komast í toppbaráttuna á góðum tíma. Hann er því að fljóta þetta vel. Sekkur hann í restina. Hann fær 307 stig. Það vantaði ekki tilþrifin, Kjartan á ferð. Það er 323 stig
Stefán verður að fara yfir hann að vinna keppnina, en það er á bílnum, hann fær aðeins 58 stig. Og þá var það Þórir Sjutt. Hann er ennþá í gangi. Og yfir fer hann. Og hvað fær hann? Þórir á langbesta tímanum með 364 stig. Og Einar verður að fara yfir, þá er hann búinn að vinna þessa keppni. Og hann gerir það örugglega á næstbesta tímanum með 355 stig. En Helgi er í 3. sæti fyrir þessa þraut með 1330 stig og hér verður hann af toppbaráttunni með aðeins 12 stig og fær því 1342 stig. Nú, en Árni Kópsson er í 4. sæti. Með því að ná góðum tíma þá var jafnvel möguleika á 1. sætinu. Og hvað gerist? Árni endar þetta með tilþrifum, fær 344 stig og í 2. sæti. Ég steig aðeins svo fast á nýtróið. Hvernig fórst það þessu? Að þessu? Það var hérna, þegar ég setti gasið inn, þegar ég kemur úr vatninu, að þá bara missi ég stjórn á honum. Þá bara svona rennur aðeins til yðar. Búið einfalt. En þú gafst honum svolítið innan í restina? Það var svona pínu. En þessi skemmtilega keppni á Egilsstöðum endaði þannig að Einar Gunnlaugsson var í 1. sæti, Árni Kópsson og Þórir Sjutt urðu báðir jafnir í 2. til 3. sæti, en þar sem Árni vann fleiri brautir að þá varð hann í 2. Kjartan Einarsson var í 4. sæti, Reynir Sigurðsson í 5. og Stefán Sigurðsson í 7. Staðan á bikarmeistaramótinu er því orðin þannig að Þórir Sjutt er í 1. með 25,5 stig, Helgi Sjutt er í 2. með 23 stig, Einar Gunnlaugs með 22 og Stefán Sigurðsson í 4. En lítum þá á Íslandsmeistarakeppnir. En þessi skemmtilega keppni á Hellu endaði þannig að Magnús Bergsson varð í 1. sæti, Þórir Sjutt í 2., Stefán Sigurðsson í 3., Tyrfingur Leósson í 4., Gunnar Guðjóns í 5. og Helgi Sjutt í 7.
og þetta var önnur Íslandsmeistarakeppnin. Við skulum líta á þá þriðju. Þessi torfærukeppni á Egilsstöðum fór þannig að Stefán Sigurðsson vann með 1517 stig á heimaslóðum. Gísli G. Jónsson varði í öðru sæti, Reynir Sigurðsson varði í þriðja, Árni Kópsson varði í fjórða sæti eftir veltu í þriðju þraut, Kári Hafsteinsson í fimmta sæti og Magnús Bergsson í sjötta með 1285 stig. Þá skulum við líta yfir til Akureyrar á bikarmeistaramótið fjallabíla torfæru Stáls og Stasa. Fyrsti bíll í fyrstu braut er Hlébarinn, honum ykkur Halldór Halldórsson að þessu sinni. Hann er bróðir Sigþórs. Hann lendur nú þarna í einhverjum óförum. En það er eiga aðeins eftir að aukast því að þegar hann reynir að bakka hér upp í aftur og þá spýtir sjálfskiptuöku út og það kveiknar þarna aðeins í. En þeir eru snöggir á staði með slökkvitæki og lagfæra þetta. En hann var út úr keppni eftir þetta því að sjálfskiptingin eyðilagðist. Og Helgi Sjutt er annar í þrautinni. Hann eykur greifanum eins og áður hefur komið fram. Og hér er beygja sem hann sleppur mjög vel úr. Hann nartar að vísu hér í 2 dekk. Má segja að hann hefði ekið þessa braut einna besta af þeim keppendum með 210 stig að vísu. Gísli G. Jónsson á steiranum, hérna. Hann byrjar að fella þarna 3 dekk upp á brúninni. Hann fór ekki alveg nú ofalega. En þetta er stuttur bíll, þannig að hann á nú að geta náð í töluvert að stigum út af þessari braut. En hér stoppar hann og tekur 3 dekk til viðbótar. Ansi mörg stig farin þar. Þannig að hann endar með 195 stig. Stefán Sigurðsson er næstur á RC skutlunni. Sjá hvernig hann tekur beygina. Hann stoppar, heldur áfram, stoppar aftur og bakkar. Nýtir nú ekki að bakka fulla bílinn. Nartari dekk tekur annað og fleiri til og endar með 200 stig. Og þá er það Árni Grant sem hefur keypt bílinn af Árna nafna sínum Kópssyni.
og hann hér í sinni fyrstu keppni í sumar. Hann að vissu keppt áður á bílnum sem Gísli G. Jónsson ekkur núna. Já, Árni var ekki ánægður með þetta, aðeins 45 stig. Hann á eftir að gera betur. Einar Gunnlaugsson á bleika partusunum. Hann búinn að keyra fjarska vel í allt sumar. Fellum hérna 3 dekk. Komum með 6 dekk þarna samtals og bakkar. Einar er frá Akureyri og ætti því að njóta stuðnings áhorfenda. Og klárar með 185 stig. Þóri 7. næstur, hann ætti að geta nýtt sér beigjubúnaðinn í þessari þraut. Eitthvað nartara nú í dekkin, samt. Hann losnar áfallalaust frá þessum. Vel að sér vikið. En það fær hann flest stig út úr þessari þraut allra keppenda. Það er ótrúlega hvernig hann er við að spóla sig þarna upp á yngri ferð. 255 stig fær hann. Og þá er hann þraut nr. 2. Stefán Sigurðsson leggur hér fyrstur á stað. Stefán sagði fyrir þessa braut, ég ætla að standa hann upp. Þetta er sama braut og þeir keyrðu í vor og fóru aftur fyrir sig. Reynir og Gísli G. Jónsson. En Stefán ætlaði ekkert að gefa þarna eftir. Og hann stóð við það. Og fór með glæsibrað hann upp. 285 stig, kom með 485 alls. Og það setur hann í fyrsta sæti eftir 2 þrautir. Árni Grand á Crown Chicken bílnum. Og Árni Grand, hann nóg ekki vel í fyrsta braut, þannig að hann ætlaði sér örugglega þarna upp og ætlaði sér örugglega. En einhver út af vegna þá var brekkan ekki alveg nógu löng fyrir hann. Það er rosalega gaman að vera búinn að fá Árna Grand aftur inn í torfæruna, því að það vantar aldrei til þrjum þar sem hann ekkur. Sjá þetta er rosalegt. Og Reynir Sigurðsson, kjúklingurinn. Hann sagði það eftir veltuna á Egilsstöðum að hann gæti þetta alveg líka og bara að fara að gefa og vera harður í þessu. Og við skulum sjá hvort hann muni eftir veltunu frá því í vor á Akureyri. Já, hann fór aftur fyrir sig þetta í þessari brekku. Nú er hann ósmeykur og klárar alla leið. Kallinn er ekkert að rúta þetta. Bara upp. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Einar Gunnlaugsson er búinn að gera mjög vel í sumar. En þarna bilaði nýtróbúnaðurinn. Hann sagðist hafa verið alveg fullkomlega ákveðinn en þetta hafði bara bilað nýtrótækin. Þóri 7. Já. Það þarf bara einn mann til að brjóta múrinn í svona þraut og þá þekkja hinnir réttu leiðina. 300 stig fær Þórir. Það var nú eftir að slá þarna metið hans Árna í stökkinu upp. Sjáum hvort Tyrfingur náði því. Vantar herslumunni hjá Tyrfing. 255 stig þó. Tyrfingur hikkaði þarna á brúnni. Kári Hafsteinsson, hann er að vinna hjá honum Gísla G. Jónssoni á Vestæðinni Þórlarsson. Þeir virðast kunna vel að keyra þessi strákar á Vestæðinni. 300 stig. Og þá er það Helgi Sjutt. Hann er úr Eyjafjarðarsveit. Hann ætlaði þarna aðeins aðra leið heldur en hinnir. Og hann náði líka að bæta metið hans Árna. Glæsileg stökk. 300 stig, komið 510 alls. Og þá í öðru sæti og eftir Þóri 7. Gísli G. Jónsson á steranum.
Nú held ég að sé bara ekki hægt að bæta þessi stökkmynd. Nei, hann fór líka aftur þessi þarna. Ég myndi ekki vilja keyra þetta. Jú. 300 stig, létt. 300 stig. Hann er ekkert að súta þó hann hafi farið aftur fyrir sig þarna í vor. En hérna erum við komin í 3. þraut og við sjáum hér fyrstan Einar. Og hér munar ekki miklu. 180 stig, 585 alls. Það var að forustu söðurinn, Þóri Sjutt. Tannlæknirinn frá Egilsstöðum. Hann næli sér hér í 210 stig, komið 765. Tyrfingur Leósson á geitinni. Svo gott hann náði farið. Þetta er geysilega erfið braut, mikil hlíðaralli og svo snarbrattur kanturinn upp. Og þetta er Velaseviki, 225 stig. Þetta er að vísa dekkin þarna í hlíðarallanum, en enga á síður mjög vel ekki. Er lengst keppenda hingað til. Þá er það Gunnar Guðjónsson á Kókomjólkinni. Þessi bíll er beinskiptur. Hann hefur nú hingað til verið talinn konungur hlíðarallans, þannig að þessi braut á að vera fyrir hann. En hann nærði nú ekki að rífa hann upp, en það er 210 stig. Og þá er það nýliðinn Kári Hafsteinsson. Hann hefur staðið sér mjög vel hingað til. Og upp allar hann. Ó, næstu því á. Þarna mátti myndatökumaðurinn fótið sínum 4 launa. Og hann er komin árið niður. En hann fór illa út úr þessari veltu, hann gat ekki haldið áfram keppni. Eða það er að segja bíllinn, ekki maðurinn. Það var það Helgi Sjutt. Sjá hvort hann sé búinn að átta sig á réttri leið eftir stökkið á hann. Já, nei. En það er nú enga síður reikmerkið á sínum stað. 190 stig fær hann fyrir þessi tildrif. Það er ekki smáraðis áreistu hann við bakkann. Það er að stera boltinn. Gísli. Hann ætlar upp. Hann bjargar sér. 225 stig fær hann. Þetta er eitthvað hann er snöggur að setja hérna í afturubakkin. Forða sér þar með frá veltu. Snöggur. Stefán Sigurðsson frá Egilsstöðum. Stefán fyrir upp. Stefán er rosalega góður ökumaður. Hann fór vel upp fyrir dekkin þannig og 240 stig, það vantar ekki mikið upp á. Tók nú samt með afturhjólunum úr dekkin þannig. Það var að sjá hvað Árni Grant gerir. Hann er búinn að sýna mikil tildrif. Hann er mjög ákveðinn. Gaman að sjá hvað Árni líka passa sig á dekkjum. Það er alveg hending ef hann tekur dekk. Þarna á hann farið fram á þessu þá. Við sjáum hér að hann skýst upp fyrir þessi 2 dekk sem eru mjög mikilvæg. Hann fell ekki þar að segja. Og hann fær 270 stig. Besti árangurinn í þessari þraut. Til þessa. Þá er það Reyni Sigurðsson á kjúklingnum. Og hann fer upp fyrir þetta dekk. Hann tekur þessi. Og upp! Já, það vantar ekki tilþrifin á Reyni, 270 stig. Og fyrir þessa þraut fékk hann tilþrifa velun. Þá er það Tyrfingur Leósson. 4. braut. Nei, hann hefur það ekki upp, 270 stig. Hvað gerir Helgi? Nei, hann er ekki að klóra sig upp á þessu, 190 stig. Þá er það Gísli á steranum. Það vantar ekki tilþrifin hana. 215 stig fær hann. Það var Stefán. Hvað gerir Stefán? Hann fer sömu leið og sömu stig. Komið 940 stig alls. Alltaf Reynir þá að fara upp þarna. Hann var einn. Sá einu sem fór í Fínabrautina, en hvað gerir hann hérna? Nei, hann er ekki alveg nógu ákveðinn. Nei, 195 stig.
Þá er það Einar Gunnlaugsson á bleika pardusnum. Upp með þig. Nei, En heyrðu þið að nýtróðu koma þarna inn og það er fullu dampur á mótorinn. Þóri fyrir upp, hann skal upp. Þórir er með 765 stig fyrir þessa þraut og heldur forystunni áfram, kom með 1020 stig. Þá erum við í 5. þraut, Helgi Sjutt er næstu fyrstur. Og Helgi Sjutt ekur Greifanum og hann er úr Eyjafjarðarsveitinni. Greifinn er úr Akureyri og auðvitað fer hann upp. Hann var með 890 stig fyrir þessa þraut og er komin í fyrsta sæti með 1160 stig. Ára Gísli G. Jónsson, hann er með 935 stig. Og hann fær 255 stig, er komin í fyrsta sæti með 1190 stig. Stefán Sigurðsson er með 940 stig. Hann þarf því 250 stig til að ná Gísla. Vandvirkur ökumaður hann Stefán. Og hvað var hann? 260 stig, komið með 1200 stig. Það var það Átni Grant. Fyrir upp með stæl 265 stig, komið með 880 Sandals. Það er dýrt að tapa mörgum stigum í fyrstu brautinni. Hann var í mun ofar í þessari keppni ef hann hefði byrjað jafnvel og hann er búinn að aka núna síðustu 3 brautir. Nú Reynir, hann hlýtur að fara þarna upp. Já, hann Reynir allavega. Og það tókst, 260 stig. 1145 samtals. Setur hann í 4. sætið. Einar á bleika pardusnum. Heldur hann Reynir líka? Nei. Jú, 260 stig, jafningi og Reynir. 1035. Sjáðu þessi tilþrif. Þetta var rosaleg keppni. Fjallabíla torfæra stáls og stansa var einn besta torfæra keppnin í sumar. Og Þórir Sjutt er í fórustunni. 1305 stig, kom með afgerandi fórustu. En þess að geta voru spænskir blaðamenn á þessari keppni og Þeir höfðu aldrei séð neitt þessu líkt. Þeir héldu að þetta var ekki hægt. þá sjáum við hvað Finnur gerir og hann æðir hann upp all fjöll og fyrnindi. Þetta nú eiginlega ekki alveg hægt sko. Hann fór út fyrir hlið þarna og hélt svo áfram og viltist aftur. En það var engu síður gaman að horfa á það. Ég held að fara nú þarna fram með þessu hljónu, það bílar eitthvað. En fyrir þessa þraut fékk hann 30 stig. Kom með 690 samtals. Tyrfingur Leósson á geitinni. Þvílík tilþrif. En hann endar á hjólunum aftur og affelgar að vísu. Það er 255 stig, kom í 1210 stig. Það var hann í öðru sæti. Þetta er rosalegt. Og eina sem þetta gera var að setja loft í dekkið. Sko, þetta er í vítaskipti sem þessi för. Já, þá fór hann bara í heilu lagi. Og þá skulum við líta á tilþrifin í tímaþrautinni.
fjallabílatorfaran endaði með sigri Þóris Sjött. Hann var í fyrsta sæti með 1583 stig. Stefán Sigurðsson náði öðru sæti, Helgi Sjött þriðja, Tyrfingur Leósson datt niður í fjórða sæti og í fimmta sæti kemur Gísli G. Jónsson og í sjötta sæti er Reynir Sigurðsson með 1411 stig. Þá skulum líta á stöðunni í bikarmeistaramótinu. Þórir Sjött ennþá í fyrsta með 45,5 stig, Stefán Sigurðsson með 36 stig, Helgi Sjött með 35, Einar Gunnlaugs í fjórða, Heimis Bergs í fimmta og Árni Kópsson í sjötta. Nú Stefán Sigurðsson er svo einu sem getur náð Þórir Sjött því að það er einn keppni eftir. Við skulum líta á vélunarstólparann í Grindavík. Hún var jafnframt næstsíðasta keppnin á Íslandsmeistaramótinu. En staðan á Íslandsmeistaramótinu eftir þessa keppni er sem hér segir: Magnús Bergsson er í fyrsta sæti með 47 stig, Stefán Sigurðsson í öðru með 46 stig, Gísli G. Jónsson í þriðja sæti, Sigþór Halldórs í fjórða, Þórir Sjött í fimmta og Einar Gunnlaugsson í sjötta sæti. En Sigþór Halldórsson sigraði þessa keppni einmitt glæsilega. Nú, þá var það síðasta torfærukeppni sumarsins, 31. torfærinn í Jósefsdal. Hún er jafnframt síðasta Íslandsmeistara og bikarmeistara keppnin. Spenna fyrir þessa síðustu keppni sumarsins var geysileg því að það gáttu 2 keppendur tryggst sér bikarmeistarann og 4 keppendur gáttu tryggst sér Íslandsmeistaratitilinn. Nú það var ekki síður spenna en það hvernig Svíjónum myndi reiða. Nú höfðum við 2,5 Svía, það er að segja 1 Svíinn var hálfur Íslendingur. En aðeins 3 af 4 bikarmeistarakeppnum gilda þegar að stigin er endanlega talin og 4 af 5 Íslandsmeistarakeppnum, þannig að spennan jókst við það. Það var ekki laust við að það gætti smá taugatitring samt morguninn í allri rigningunni. Það var verið að yfirfara tækin síðustu stundu, síðasta yfirferð. Það er ótrúlegu taugatekkingur sem fer meðal keppenda. Þegar það er að ræða sérlega 2 daga keppni. Fyrri dagurinn er forkeppni. Þeir sem komast áfram þar fá að halda áfram seinni daginn eins og ég var að skilja. En keppnin hófst á tilsettum tíma klukkan 2 með því að fyrstu var ræstur Svíinn Lars Jónsson. Það er nýr Svíi. Öllu heldur nýr ökumaður á sama bílnum og sigraði í vor.
að sjá hvernig hún reiðir af. Fyrstu þraut. 235 stig. Gísli G. Jónsson næstur. Og eitthvað verið spila hann að framan hjá honum. Gísli G. Jónsson á möguleika á Íslandsmeistaratitlinum. En þarna fer illa, það brotnar hjá honum liðhús. Henrik Vesa og Baby Blue Junior, hann var í 3. seti hér í vor. Og geysilega vel, þessi bíl aðeins með lítinn reynsrófurhreyfil, 8 sílindra, en lögléttur. 800 kíló, Árni Grant, mættur til leiks. Og Búgóðu, hann með 350 mótor í. Mikið tjúnaðan mótor. Það 300 stig. Þóri Sjött á jaxlinum, hann með 509 kubíka mótor. Sér hannaðan fyrir íslenska torfæðið að eigin sögn. Þetta vantar ekki torkun í þennan bíl. En hann tekur stoppaði þarna, þannig að hann fekk ekki náttúrulega 285 stig. Stefán Sigurðsson. Stefán Sigurðsson getur bæði orðið bikarmeistari og Íslandsmeistari fyrir þessa keppni. Hann hefði verið fyrir því óhópið þarna að það brotnar hjá honum öxull, þannig að hann kemst ekki upp aðra braut. Og Magnús Bergsson leggur hér að stað í aðra þraut. Hann efstur til Íslandsmeistara, þannig að hann verður að gjöra svo vel að vera inni eftir fyrir daginn og aka þetta vel. Það var það Sigþór Halldórsson. Hann hefur keppt eingöngu á Íslandsmeistaramótinu á hliparaðanum. Þeir eiga bílinn nokkur saman eins og ákomið fram. Félagar hans sem eiga bílinn með honum hafa keppt á bikarmeistarmótinu. Nú Reynir Sigurðsson ykkur kjúklingnum að vanda. Það búið að vera gaman að fylgjast með Reyni í sumar. Hann búinn að vera sífellt vaxandi sem ökumaður. Benedikt Eiríksson á tíkinni kemur hérna. Dala Benni eins og hann hefur verið kallaður. Það 300 stig. Nú Einar Gunnlaugsson á bleika Partusinum er komið hér með nýja vél. Svokallaða Big Block með 2 4,5 tóra. Nú hér hefur við sænskan Íslending, Óskar Bjarnason. Hann ekkur þessari grind. Og það þarna 260 stig. Þóri Sjött hér staddur í 3. þraut. Snilldarlega ekki hjá Þóri, fær 255 stig. Tyrfingur Leósson. Já, gerir gott betur, fær 285 stig. Þá er það Sigurður Axelsson sem við hefum ekki séð áður. Hann ykkur á Fríðu. Hann ykkur nefnir fer þarna upp. Nú og þá er það Finnur Aðalbjörnsson á Draumadísinni. Stekkur þetta létt og klárar með 230 stig. Sænski Íslendingurinn. Hann kemur hérna og það brotnar allt í bílnum sem brotna getur, má segja. Það er eitt hjól sem heldur áfram að snúast. En svo hættir það líka að snúast. Og hann var úr eftir þessa þraut, eðlilega. Við skulum fylgjast hérna með tilþrifum sem voru í þessum tveim skemmtilegu brautum sem lágu hér samhliða og rekna samtímis. Og færa okkur svo yfir í seinni daginn.
þessari braut verður Stefán Sigurðsson fyrir því óhappi að brjóta annan öxulinn í þessari keppni, en hann var í baráttunum til Íslandsmeistara ásamt því að hann var svo eini sem gat tekið bikarmeistaratitilinn af Þóri. En hérna fer hann út úr keppninni og fær ekki að halda áfram þar sem hann hafði ekki fengið nóga stigum. En á öðrum degi þá hófst keppninum aftur stundislega með því að Fredrik Olsson var þá kominn aftur undir stýrið. Það er svo sami ókon hér í vor og hann fær hér 285 stig. Og Gísli G. Jónsson fær þarna 300 stig. Og Henrik Vesa fer sömuleiðis og 300 stig. Og þeir sem á eftir komu náðu flestir 300 stigum einnig. Hérna fór nú taugatrekkingur lið Magnúsar Bergssonar þegar hann fekk aðeins 235 stig þarna. Sigþór Halldórsson í essinu sínu fer alla leið. Hann var í fyrsta sætun eftir fyrsta daginn líka. Hér gerist svolítið óvænt hjá honum Henrik Vesa. Þetta var í upphafi annarra brautar og hann fekk 20 stig samt. 20 stig fyrir að sprengja. Árni Gran var kominn í annað sæti fyrir þessa braut, en hann gerir þau mistök hérna, hann ekur út fyrir hlið og þar með þá fær hann ekki meira stigum fyrir þessari braut. Og þrátt fyrir öll þessi tilþrif og þá fær hann aðeins 50 stig. Þetta getur hugsanlega kostað það að hann missi á sigrunum í þessari keppni. Og þarna veltaði við bílnum Árni Grant og félagar. Benni, þú trækt hann ómikið. Nú það er að sjá að bílinn sé mikið skemmtur, en við skulum aðtúa hvort að aðstofamenn Árna geta komið honum inn í keppni aftur. Þórir Sjutt, hann fer hérna hárrétta leið. Við skulum sjá hvað hann gerir í þessari braut. Þetta er með því erfiðasta sem maður sér í torfærunni, svona brautin. Hann beygir undan á síðustu stundu, hann þorir ekki að láta bílinn fara upp fyrir kantinn. Þetta tekur ekki þá áhættu. Sigþór Halldórsson er ákveðinn. Sigþór fer upp, glæsilega gift 260 stig. Hann heldur þá fórustinni. Tyrfingur Leósson, sjá hvað hann gerir. Hann beygir utan eins og Þórir, 230 stig. Reynir, hann fer að sjálfsögðu, 260 stig. Reynir hefur verið sífellt að vaxa sem ökumaður og hefur verið gaman að horfa á hann í síðustu keppnum. Steinar Hauksson, hann ekur núna þessum bíl. Þetta er sami bílinn og Kári Hafsteinsson ók með tilþrifum á fjallabílatorfærinu síðast. Og Benedikt, Dala Benni, hann ekur upp með tilþrifum, 260 stig. Og þá er það gaman að sjá hvað Svíinn kemur til að gera í þessari braut. Eins og ég sagði það áðan, þá er þetta með því erfiðasta sem við sjáum í torfærunni. Hann ekur rétt inn í gennum hliðina, að vísu tók alltaf eitt dekk. En fer hann upp. Nei, hann rétt nartar upp í þetta, fær 165 stig. Var það Gísli G. Jónsson á steranum, svo kallað. Fyrst fer Gísli upp. Wow. Já, upp en niður aftur. 280 stig, komið 2530 alls. Eftir fyrir daginn voru ekki nema tæplega 100 stig sem skildu að efstu 6 keppendur, þannig að það var ljóst strax í upphafi að þeir myndi verða geysilega hörð keppni sem og varð.
Hérna fyrir Magnús Bergsson upp, þriðju þraut, 255 stig. Nú Þóri Sjött. Hann ætlaði sér örugglega upp þarna líka. Eitthvað rólegur en hvað gerist? Jú. 240 stig, hann fer þarna svona nánast út úr hliðinu. Sjá hvernig hann kastast hérna til hliðar. Og það er Sigþór. Sigþór fer þetta glæsilega upp 300 stig. Sigþór er einn af okkar bestu ökumönnum í torfærinu og hann ætlar sér örugglega ekki að láta Svíja vinna sig. En við skulum fylgja sér aðeins með nokkrum tilþrifum. Þeir prjóna og láta öllum illum látum á kantinum en þeir hafa það ekki upp. En Reynir Sigurðsson, hann er í toppbaráttunni og hann ætlar sér örugglega upp. Hann hefur verið að síga upp á við, hann var í 7. sæti þegar dagurinn byrjaði. Ná, farðu nú að fara á stað. Já, ákveðinn. Já, nei, hann út fyrir hliðið, fær 220 stig. Það var það Svíinn, Fredrik Olsson. Gaman að sjá hvernig hann leysir þessa erfiðu þraut. Þetta er frekar erfið þraut líka. Svo sjá nú. Og jú, hann tekur að vísu dekki og fær 285 stig, glæsilega ekki. Henrik Vesa. Honum tókst að gera við þennan bílinn eftir þessa sprengingu. Það skapaðist þegar það fór ómikið nítró inn á mótorinn. Og þá skellum okkur í 4. þraut. Sigþór Halldórsson, restur hér fyrstur. Og hann fer hann vel upp fyrir dekkin í hliðarrættanum, ekur ofalega, lætur hann renna hérna hárrétt niður í þetta hlið. En snertir dekk, það fór hann 5 stig. Og upp fer hann. Árni Grant kemur hér. Ekur þessa braut. Huldulaust, en fær 300 stig. Dómar hafa ekki séð þegar hann felldi þarna eða keyrði ofan á dekkið. Magnús Bergsson kemur hérna. 270 stig. Með eitthvað snett að dekkjum. Og þá skellum okkur í 5. þraut. En svo sjáum við að það var fjöldinn allur áhorfendur, það voru viðlega 5.000 manns þarna. Fredrik Olsson er hér fyrstur í þessa þraut og eins og segir í reglum þá aka styðstu leið á milli hliða en hann ætlar að fara hér aðeins auðvöldri leið því að það er kröpp beygja hér upp á toppnum. Og sleppir þar að leiðandi að aka upp bólinn, það má að sjálfsögðu ekki. Þannig að hann fær aðeins 150 stig. Hann kemst reyndar ekki upp í hliðið heldur. Og tapar dýrmættum stigum. Árni Grant er hér. Það er aðtöga hvort hann sé ekki vel spenntur niður í stólinn. Áður en hann er restur á stað. Hann fer upp bólinn. Og nær þessari kröppu beygju glæsilega vel. Gessi þarna á milli dekkjana. Og rífur sig upp. Og fær 255 stig. Og þá er það 7. þraut. Einar Gunnlaugsson. Gerir hliðarhalli og hann endar í krappri beygju. Þar sem keppinir þurfa að fara beinu leið upp. 295 stig fær hann. Einn dómari hefur séð eitthvað athugavert. Fredrik Olsson fær þetta óafinnanlega, 300 stig. Nú Gísli G. Jónsson, hann verður að aka þetta og fá 300 stig. Já, hann þarf að vinna þessa keppni og hann þarf að ná Íslandsmeistaratitilinn. Magnús Bergsson má ekki fara niður fyrir 7. sætið ef hann þarf að tryggja sér titilinn. Hann er þegar frekar neðarlega þarna, þannig að hann má ekki gera mistök. Nú Einar Gunnlaugsson
er hér lagður af stað í 7. þraut sem jafnframt síðasta þrautin. Leikur þetta glæsilega og klárar óafinnalega 300 stig. Svíinn er nú eiginlega komin út úr allri baráttu, enda endaði hann í 13. sæti eftir þessi mistök, 185 stig. Gísli, hann verður að fara þarna upp og fá 300 stig, en hann fær ekki náttúrulega 265 stig. Henry Vesa fær 275 stig. Nú Árni Grant, hann mekur þetta óaðfinnilega og fær 300 stig. Og það má kannski hugsa sem svo að Gísli hafi jafnvel mist af Íslandsmeistaratitlinu þarna áðan ef hann nærði ekki að sigra þessa keppni. Magnús Bergsson ekur hér örugglega 270 stig og nærði að halda sínu 7. sæti. Nú Þórir, hann kemst ekki langt, 125 stig. Nú Sissi, hann má ekki gera mistök ef hann ætlar að eiga möguleika á því að keppa Íslandsmeistaratitlinn eða sigra þessa keppni, og hann fær 165 stig en sigrar engu á síður keppnina. Glæsilegt hjá Sigþóri. En þessi spennandi keppni endaði með sigri Sigþórs og hann var því jafn Magnúsi Bergsyni að stigum á Íslandsmeistaramótinu. Gísli G. Jónsson var í öðru, Árni Grant í 3., Þóri 74. en hann var búinn að tryggja sér bikarmeistaratitilinn daginn áður. Svíarnir lentu sem áður sagði í 13. og 15. sæti. Íslandsmeistari var þegar upp var staðið Magnús Bergsson og Þóri 7. eins og áður sagði bikarmeistari. En þá snúum við okkur að göttubílaflokknum. Þar sjáum við fyrstan Gunnar Múr